pantar með appi á dominos.is eða síma 58 12345. Dominos. Góða kvöldi kæri áhorfendur og verið velkomin með okkur á IATV á Norðurálsvöll í Inkasso-deild kvenna. Örn Arnarsson heiti ég og ætla að fylgja ykkur í gegnum þennan leik. Þetta er gríðarlega mikilvæg leikur fyrir bæði lið. Það er orðið, það liggur við að það sé bara lífsspursmál fyrir bæði lið að ná sigri hérna og þannig að við megum búast við gríðarlega spennandi og miklum baráttu leik. Gerir ég fastlega ráð fyrir Skagakonur búin að vera í basli undanfarið en við bíðum alltaf eftir að það er rétti úr kútnum og það styttist alltaf í næsta sigurleik eftir sem hún tapar oftar. Ef við bara rennum strax í það að skoða töfluna þá lítur hún svona út. FH situr á toppnum með 25 stig. Eru reyndar akkurat í þessum tölu orðum þegar nýbyrjaður síðari hálfleikur í heimaleik þeirra gegn Tindastóli, þá verður þær 2-0 undir gegn Tindastóli sem að myndi nú teljast nokkuð óvænt en Tindastól reyndar er að klifra töfluna, búin að vera því undanfarna vikur og eru að koma sér hérna í 21 stig með sigri á móti FH og þetta eru tíðindi sem að gleðja sennilega Þróttara allra mest sem að geta þá lauma sér upp fyrir FH með sínum leiki í 11. umferðinni sem að er á morgun líklega en Þróttur í öðru sæti með 24 stig, Tindastóll með 21 í þriðja, Afturelding með 16 í fjórða sæti og Haukar í 5. sæti með 15 stig. Síðan kemur þéttu pakki og Haukar og Afturelding svo sem tilheyra þeim pakka líka. Augnablik með 13, Grindavík 12, Ía og Fjölnir með 11 stig í 8. og 9. sæti og aumingja íringarnir, maður liggur við að segja það bara þannig, sitja langneðstar með 0 stig eftir 10 leiki. Nú, Ía og Fjölnir, eins og við sögðum, þurfa virkilega á stigum að halda en leikjaprógrammi framundan hjá Ía er einmitt, það er Fjölnir í kvöld, síðan er Grindavík úti og Ía er heima, þannig að þær eru að spila við þessi lið þarna sem er á þessum slóðum og ég hitti á Aron Ími, nýjan þjálfara meistaraflokks kvenna hjá Ía áðan og markmiðið er bara að út úr þessum leikjum fáist allavega 6 stig og það ætti nú að geta fleytt mann sér langt. Við sjáum það að þá færi þær upp í 17 stig sem að og það munar 5 stigum upp í 4. sæti þannig að þetta getur verið fljótt að breytast líkt og í Pepsi Max deild karla sem er farin að spilast ansi sérkennilega en það eru 4 leikir í Inkasso-deild kvenna í dag, eins og ég sagði áðan að FH er að taka á móti Tindastól og er þar 2-0 undir, síðan er hér Ía Fjölnir klukkan 19:15 eins og Afturelding og Grindavík og Augnablik og IR. Einnig leikið Inkasso-deild karla í dag, við komum kannski betur inn á það á eftir og uppfærum, segjum ykkur stöðun í þeim leikjum. En Ía og Fjölnir hafa mæst 16 sinnum í keppnisleik á vegum KSÍ og hér sjáum við þá skiptingu. Nú Ía hefur haft töluvert betur í viðureignu sínu gegn Fjölni í gegnum tíðina og vonandi heldur það áfram í kvöld. Þær hafa sigrað 12 sinnum, einu sinni hafa liðin gert jafntefli og Fjölnir hefur sigrað 3 sinnum, markatalan 51-20 í þessum viðureignum. En það er svo sem hefur lítið að segja, þessi saga hefur náttúrulega ekkert að segja þegar í þennan leik er komið. En
við skoðum síðustu 5 viðureignir Ía og Fjölnis. Þá sjáum við þarna efst að Ía sigraði fyrri leik þessara liða í sumar 3-1 í Grafarvoginum. Liðin mættust tvisvar á síðasta tímabili í Inkasso-deildinni. Þar sigraði Ía báða leikina annars vegar 4-0 hérna á heimavelli og 3-2 á útivelli, en síðan þar áður mættust þau 2015, þar sigraði Ía og Ía sigraði líka 2013, þannig að síðustu 5 viðureignir allavega milli þessara liða eru sigrar Skagakvenna og þær þurfa svo sannarlega á því að halda að bæta einum sigri í viðbót í sarpinn inn í þessa tölfræði. Eins og ég sagði áðan að þá er búið að ganga freka brösulega 5 leikir í röð án tapaðir hjá Ía. Síðustu umferð á Kaplakrikavelli í beinni útsendingu á Stöð 2 Sport. Sigraði FH 3-1. Þar áður hér heima sorglegt tap gegn Tindastóli þar sem að Ía konur voru einum fleiri, allavega í 40 mínútur. Þar sem að Tindastólsstúlkur mistu leikmann af velli með rautt spjald og Ía komst í 1-0 en Tindastól skoraði jafnaði metin á 87. mínútu eða einhvers staðar rétt undir lok venjulegs leiktíma, en síðan komust þær yfir með síðustu spyrnu leiksins í uppbóta tíma á 95. mínútu. Grátlegt algjörlega því að Ía-liðið var að sýna mjög góða baráttu og mjög góða takta í þeim leik sem að gefa ákveðna von framhaldið. Þar áður töpuðu þær hérna heima fyrir Augnablik 1-0, þar áður í Mosfellsbænum 1-0 fyrir Aftureldingu, en síðan 0-6 tap gegn Fylki hérna reyndar í bikarkeppninni. Pepsi Max deildar lið Fylkis að sjálfsögðu, en þetta var Fylkis stúlkur áttu virkilega góðan leik í þessum leik og Skagaliðið átti í rauninni lítið erindi í þær. Nú, síðustu leikir hjá Fjölni eru nú öllu betri. Töpuðu reyndar í síðustu umferð fyrir Fjölni, fyrir Aftureldingu á heimavelli 2-1, en unnu þar áður Augnablik 3-1. Töpuðu síðan 5-1 fyrir Þrótti Reykjavík í Laugardalnum. En þar áður sterkur sigur gegn Haukum 3-2 og síðan skildu sigur gegn IR 4-0. Þannig að við sjáum að Fjölnir er búið að vera að safna þessum stigum í síðustu leikjum og eru greinilega að ætla að berjast fyrir lífi sínu í þessari Inkasso-deild. En ég gerir fastlega ráð fyrir því að Skagakonur þurfa að mæta verulega vel stemdar til þessa leiks til þess að fá eitthvað út úr honum. Nú, þá er nú kannski bara tímabært að við förum að skoða byrjunarliðin í þessum leik. Byrjum á Skagakonum. Í markinu er Anita Ólafsdóttir, númer 1. Númer 3 er Andrea Magnúsdóttir. Númer 7 Erla Karitas Jóhannesdóttir. Númer 8 Sigrún Eva Sigurðardóttir. Númer 10 Bryndís Rún Þórólfsdóttir fyrirliði. Númer 11 er Fríða Halldórsdóttir. Númer 15 Klara Kristfinnsdóttir. Númer 18 María Björk Ómarsdóttir. Númer 20 Sandra Ósk Alfreðsdóttir. Númer 21 Eva María Jónsdóttir og númer 24 Dagný Halldórsdóttir. Lítið breytt lið frá því í leiknum gegn Tindastóli sýnist mér, gegn FH sýnist mér svona í fljótu bræði. Gerir ráð fyrir Andreu og Evu Maríu í miðri vörninni með þær Klöru og Söndru í bakvarðarstöðunum sikkorum megin. Erla Karitas, Bryndís Rún Þórólfsdóttir spilaði ein frammi í síðasta leik með þær Erlu Karitas og Maríu Björk sikkorum megin við sig og síðan voru Dagný Halldórsdóttir og Fríða Halldórsdóttir inn á miðri miðunni ásamt Sigrún Evu Sigurðardóttir. Nú, byrjunarlið Fjölnis
þannig skipað að númer 1 Hrafnhildur Hjaltalín markvörður, númer 4 Linda Lárusdóttir, númer 5 Hrafnhildur Árnadóttir, númer 6 Rósa Pálsdóttir, númer 7 Íris Ósk Valmundsdóttir fyrirliði, númer 9 Mist Þormásdóttir Grönvold, númer 11 Sara Montoro, númer 14 Elví Rut Búadóttir, númer 16 Ásdís Birna Þórarinsdóttir og númer 23 Hjördís Erla Björnsdóttir og síðan númer 28 Hlín Heiðarsdóttir. Varamannabekkirnir eru þannig skipaðir að varamarkmaður Ía númer 12 María Mist Guðmundsdóttir, númer 4 Eyrún Eiðsdóttir sem aftur mætt í slaginn eftir nokkur hlé og við fögnum því ákaft. Sterkur leikmaður þarna á ferðinni og mun geta hjálpa liðinu alveg klálega í baráttunni sem framöndan númer 6 Ásta María Búadóttir, númer 14 Róberta Lilja Ísolsdóttir, númer 16 Veronika Líf Þórðardóttir, númer 19 Erna Björt Elíasdóttir og númer 22 Selma Dögg Þorsteinsdóttir. Aron Ími Pétursson, þjálfari Skaga kvenna. Varamannabekkurinn hjá Fjölni þannig skipaður að númer 3 Katrín Elva Arnardóttir, númer 8 Aníta Björg Sölvadóttir, númer 17 Lilja Hanat, númer 19 Lára Marí Lárusdóttir, númer 21 Guðrún Helga Guðfinnsdóttir, númer 29 Lilja Nótt Lárusdóttir, númer 32 Berta María Óladóttir og Páll Árnason, þjálfari Fjölnis. Og hér koma liðin inn á völlin, leita áfram af Tómasi Úlfari Mæjer dómara. Aðstoð dómarar hans í kvöld eru Sigurður Skram og Kjartan Már Másson. Óskum þeim góðs gengis. Og hvetjum fólk sem hér á Akranesi að horfa á þessa útsendingu að drífa sig nú á stað og niður á völl því að þessar stúlkur þurfa á stuðningi okkar allra að halda í þessari baráttu sem framöndan Það engin afsökun tekin gild, hlýtt og milt veður, engin rigning, þó að komi skúrir hérna þá hefur það ekki áhrif á þá sem sitja hérna í stúkunni. Hvet ykkur eindreið til að drífa ykkur á stað og vera duglega að mæta á völlin þar sem eftir að þessu tímabili því að þetta gæti orðið barátta hjá þeim alveg til enda. Góð stemming í báðum liðum. Við munum ekki vera með endursýningar í útsendingunni hjá okkur en ég minni þá á sem að horfa á þetta á YouTube að það alltaf hægt að spóla tilbaka og skella sér síðan aftur í beina útsendingu bara með því að draga sleðan vinstri og hægri. Já, ákveð í Skagastúlkum, vonum að þær taki það með sér inn í leikinn. Það eins og ég þreytist ekki á að segja gríðarlega mikilvægur leikur hérna í gangi að fara í gang og stuðningsmenn beggja liða ættu ekki að velja að missa af þessu og ég hveti ykkur öll sem eruð að horfa á þetta að gefa ykkur nokkra sekúndur til þess að deila slóðinni á þennan leik, á þessa útsendingu með vinum ykkar á samfélagsmiðlunum, á Facebook, á Twitter og senda hana á þá sem að þið teljið að hefðu áhuga á að
að horfa og missa ekki að þessu en leikurinn komin í gang. Það er Skagakonu sem að byrja. Sandra yfir á Andreu. Sjáum að Fjölnislið býður, ákveður að býða eftir þeim hérna. Sending hérna upp í horni ætla Maríu Björk en tekst ekki. En það er Hjördís Erla sem að missir boltan hérna út af. María Björk fær hann hérna upp í horninu, nær að snúa, er að komast upp að endamörkum. En fín barátta hérna á vörn hjá Hlín Heiðarsdóttur sem að steiga hann út. María Björk búin að vera að bíða eftir tækifærum hérna í sumar, hefur verið að fá þau núna í síðustu leikjum. Sigrún vinnur hérna skallabolta, María nær ekki að taka með sér og missir hann út af. Og Hlín gerir sér klára í að taka þetta innkast. Sandra hreinsar þetta fram, Bryndís skallar hann niður. Ætlaði að finna Fríðu Halldórs þarna, tókst ekki. Já, sterk pressa hérna, maður heyrir að Aron í mér villaður, pressi á þær. Hlín hérna koma sér í vandræði, stendur bara með Maríu í bakinu og dettur síðan og fær aukaspyrnu. Mist snögg að taka þetta og Íris Ósk sendir inn á miðjuna en fín pressa hjá Skagaliðinu. Fríða spilar út til vinstri á Klöru, Klara leitar að möguleikum, finnur ekki, reyndi að finna Erlu Karitas þarna. Þá koma Fjölnisstúlkur, sendingin á miðjuna, Sigrún les þetta, Fríða sendinguna fram á ætla að Bryndísi. Íris nær að koma þessu frá og Hjördís síðan losar hann upp völlin til Anítu í markinu. Aníta 16 ára tók við markmannsstöðunni af Tori Jean Ornella sem að þurfti að yfirgefa félagið fyrirvaralaust fyrir nokkrum vikum síðan og tekur þeirri ábyrgð, stendur sig. Þetta er efnilegu markmaður en þetta er meirinn að segja það á þessum aldri að stíga inn í þetta ábyrgðar hlutverk. Eva kemur með hann fram á miðsvæði, hittir ekki á samherja, þá koma Fjölnir. Ástís reynir að finna Hrafnhildi, gengur ekki eða hvað, jú, Hrafnhildur nær boltanum að Maríu, sendir hann upp í hornið en þar er engin Fjölnis kona. Eva María yfir á Andreu. Sjáum að Fjölnisliði er ekkert að taka neinar sénsa hérna í byrjun. Klara snýr aftur tilbaka á Andreu. Fjölnisliði bara býður á eigin vallarhelmingi. Sending hérna upp að endamörkum Erla Karitas, nær ekki að koma honum fyrir. Og þá er Hrafnhildur Hjaltalín bara spyrna frá marki sínu, spyrnir hérna út til vinstri. María Björk vinnur skallan en hann út af. Og Hlín tekur innkastið. Fjölnislið komið framar á völlin. María skallar þetta á Sigrún Evu. Fjölnisstúlkum gengur illa að halda boltanum. Klara lendir hérna í pressu frá Ásdísi Birnu og síðan Lindu sem að kemur boltanum út af. Fríða missir boltan undir sig og þessir löngu boltar hjá Fjölni skila litlu. Klara á Dagný missir hann aðeins frá sér hana og Rósa náða tröflana, komast fyrir. Íris tilbaka á Hrafnhildi. Hrafnhildur tekur snertinguna og út til Írisar aftur sem að losa hana svo fram
Hrafnhildur Árnadóttir missir af honum, nær honum hins vegar aftur og kemur honum á Hjördís Erlu. Hjördís síðan lyftir inn fyrir vörnina eða hvað, Andrea nær að skalla þetta út til hliðar og út af. Þarna var Sara Montoro á auðum sjó ef Andrea hefði mistað þessum. Kemur kastið fram á Söru, Sara, Fjölnisliðið ekki komist svona framalega í leiknum hingað til. Klara vinnur á henni boltan, kemur á Erlu Karítas. Finnur síðan Bryndísi en Íris pressa vel á hana. Fríða hins vegar nær honum, reynir sendinguna yfir til hægri, gengur ekki. Hjördís Erla komst inn í og lyftir hún síðan hérna inn fyrir vörnina en þetta er óvinnalega fyrir Söru. Aðeins að ná áttum hérna Fjölnis konur. Anita á Evu. Fjölnir er ekkert að pressa á þær í útspörkunum. Sáum það í FA leiknum daginn að þá áttu þær í stökustum vandræðum með að koma boltanum frá. Anita treysti sér ekki að sparka langt. Og tóku þessar stuttu markspinnur sem að gengu erfilega á móti sterkri pressu frá FA. Klara tilbaka á Anitu. Anita með vinstri, lyftir honum fram vinstri kantinn og en út af eða hvað? Já. Fjölnisliðið að fá smá sjálfstraust í hennar leik. Kastaði hérna fram sem Klara skalla beint tilbaka og það er reyna sendingurinn sem er beint á Andreu. Andrea sér hlaup frá Maríu Björk en Hlín les þetta en nær ekki að halda boltanum inn á. María komin hérna á flegiferð. Þetta er greinilega uppleggið núna hjá Aroni að stinga upp í hornin á þær eldfljótu Maríu Björk og Erlu Karítas. Sandra kastar beint í Hlín. Hlín nær ekki að koma þessu lengra en í Söndru út af. Kastar Hlín, Dagný vinnur skallan, kemur honum út af. Var hérna undan Rósu í boltan. Fikraði sig hérna framar, Hlín. Sara býður sig hérna upp í horninu. Eva María fyrst í boltan, sparkar honum í Söru sem að nær þó að vinna hann aftur. Kemur honum inn á teiginn, Rósa nær að taka niður en Fríða kemst í boltan og setur hann aftur fyrir og fyrsta hotspinnan í leiknum og það eru Fjölniskonur sem eiga hana og það er Hrafnhildur Árnadóttir sem ætlar að taka hana. Bæði mörkin sem að Tindastóll skoraði í síðasta leik voru úr föstu leikadriði, sigurmarkið úr hotspinnu. En Skagakonur á að verjast þessu núna. Linda með skotið en það er í hliðanettið. Anita var alveg með á nótunum hérna. Það er aðeins að bætast við áhorfendafjöldan hérna í stúkunni. Sandra tilbaka á Evu. Þá falla Fjölnisstúlkur aftur tilbaka. Andrea reynir að finna Bryndísi hérna en tekst ekki. Fríða pressar stíft sendingin í gegn. Sara Montoro eldir. En Anita hreinsar þetta frá. Beint á Ásdísi sem að finnur Lindu. Linda á Rósu. Nei, Hrafnhildi fyrirgefiði. Hún á Hlín. Hún reynir að þræða hann fram hjá Maríu, tekst ekki. Hlín kastar þessu beint á Dagníu sem að skallar hann inn á miðsvæðið en Linda missir hann frá sér og Dagný nær að hreinsa þetta frá. Beint á Hlín. Hlín tilbaka. Já, mist. Mist aftur á Hlín. Hlín leggur þá á stað, reynir sendingun upp í vinstra hornið. En allt og erfið þarna fyrir Hjördís Erlu.
Söndru. Sandra ekki góð fyrsta snerting, frábærlega gert hérna, góð sending frá Maríu á Fríðu en Mist vel vakandi. Hjördís á Hlín. Þessi sending beint á Andreu. Andrea leitar af möguleikum hérna, sér Erlu Karítas leggja á stað, skalla frá af Elvi Rudd og Klara með innkastið. Kastar hérna upp í vinstra hornið á Bryndísi sem hann að halda þessu inn á. Bryndís undir pressu, kemur þessu aftur á Dagníu sýndist mér. Boltinn út úr teiknum, Fríða snýr. Setur undir vinstri á Klöru, Klara með sendinguna á Erla Karítas. Já, en boltinn út fyrir. En ætti þá ekki í að eiga innkastið. Já, það hárrétt, vel gert hjá dómara leiksins. Boltinn fór af varnarmanni og ef hann fór út af áður en hún spynti boltanum eða tók við honum þá það klárt að Skaginn á þetta. Klara kastar inn á Erlu Karítas en fín vörn hjá Elvi. En já, Fjölni dæmt þetta innkast. Dagnín að komast hérna fram fyrir og í boltan og Sigrún hirðir hann upp. Kemur hann tilbaka á Andreu. Eva á Söndru. Sandra leggur á stað, þetta of mikið eða hvað, hún gefst þó ekki upp. Djöflast hérna í Hrafnhildi og síðan Dagný, Fríða til vara hérna fyrir aftan. Gríðarlega góðar aðstæður til að spila fótbolta hérna. Blautur völlur, lítill vindur. Eva María kemur þessu fram. Íris skallar frá, en beint á Sigrún Evu sem að losar hann síðan hérna upp í hægra svæðið. María reynir að ná boltanum, fær hann í sig. Þetta ekki rétti dómur en þá kannski bara jafnræði. Mér fannst Fjölnisstúlkur eiga að fá innkast á hann sem að Skaginn hefði átt að fá. Sara nær að stíga Fríðu hérna út og leggur á stað. Stingur upp í hornið á Rósu, Eva María til varnar, glæsilega gert hjá Evu Maríu. Eva María ávallt traust þarna í vörninni hjá Ía. Hlín með kastið á Rósu, aftur Eva María truflana, Hrafnhildur. Lyftir þessu beint á kollin á Sigrún Evu. Fríða vinnur síðan boltan og kemur honum vel á Bryndísi. Erla Karítas sér Maríu hérna með hlaup upp hægra megin. María hérna á fleygiferð, Hlínar á eftir henni. María á undan, næra stígan út og vinnur innkast. Fín sending hérna hjá Erlu Karítas sem alla jafnar kölluð Kaja. Þannig að samaskapið María Björk ekki kölluð Maja. Svo því sé haldið til að Fríða á Söndru, Sandra sé með fyrirgjöfina. Þar Erla Karítas, nær ekki valdi á boltanum. Hún með Klöru með sér, Klara með hann inn í fyrsta. Þetta ofinnalega og yfir markið aftur fyrir. Þarna var tækifæri fyrir Skagann. Hrafnhildur spyrnir frá markinu, beint á Maríu Björk. Hún skallar þetta á Bryndísi og tekur síðan og straugið upp í hornið, fær sendinguna, nær hún að halda þessu. Það gerir hún, snýr, Hlín enn til varnar. María nær að halda valdi á boltanum og vantar hann aðstóð. Finnur Fríðu Halldórs, Fríða fer í skotið en úr jafnvægi og vel framhjá. Frábærlega gert þarna hjá Maríu Björk og sendingin og spilið þarna milli hennar og Bryndísar frábært. Sigrún vinnur hennan, skallabolta auðvitað, Íris skallar síðan frá en beint á Fríðu. Fríða á Sigrúnu, Sigrún með Kæju með sér, finnur hana. Og hún aftur á Sigrúnu Evu, Sigrún leggur hann út á Klöru. Þetta ágæti spilkafli hérna núna en Klara með spyrnu í mótherja.
Og þá koma Fjölnistúlkur Rósa stingur inn fyrir en Eva María þurfti nú eiginlega að ná þessari snertingu. Anita, nei hún er þessu ekki. Sendingin eitruð inn fyrir á Söru Montoro. Staðan, það er hörkuleikur í kriganum í innkastadeild kvenna. Staðan núna 4-2 fyrir Tindastól. Komist í 2-0 Muriel Tyrnan sem að stríti Skagakúnum hérna í síðustu umferð. En hér kemur hotspinnan hjá Fjölni inn að markinu. Anita skallar þetta niður í teginu, boltinn er laus. Hvað er að gerast hérna? Það er ná að bjarga þessu. Þvílíkt. Þarna vantaði lítið upp á þvílíkur darraðans inn í marktegnu og nánast inn í markinu. Þær eru ennþá með boltan. Anita kemur út úr markinu, nær að slá þetta frá og dæmd aukaspyrna þarna fyrir hindrun. En þetta er þess virði að sjá það aftur, byrjar á 15:42 fyrir þá sem vilja sjá. Það er ótrúlegt að þessi bolti endi ekki í markinu. Já, hérna. Þarna skall hurnari hælum eins hörku fjör í Laugardalnum í innkastadeild karla. Þróttur Reykjavík Haukar eftir 18 mínútur, staðan þar 2-2. En Tindastóll komst sem sagt í 2-0. FH minkaði í 2-1, síðan komist þær í 4-1 og FH minkaði í 4-2. Og hér er aukaspyrna dæmd. Brotið á Erlu Karitas. Sýndist að vera Linda Lárusdóttir sem gerði það. Og þá lauma Andrea og Eva María sér inn á teginn. Og það er Sigrún Eva sem fyrr sem að spyrnir. Tekur þessar aukaspyrnur almennt fyrir Ía. Það væri rosalegt fyrir Fjölni að fá á sig mark núna eftir að hafa verið, já, hálfri hársbreið frá því að skora hérna rétt á hann. Sigrún fer bara í skotið og þetta er vel varið hjá Hrafnhildi. Slær þetta þó út í teginn og Erla Karitas nær ekki að stýra frákastinu á markið. Þá spyrnir Hrafnhildi frá Dæni, vinnur skallan. Klara vinnur annan boltan. Hörku skot hjá Sigrúnu í vegghornið. En Hrafnhildur var komin í hornið. Þá koma Fjölniskonur. Eva María sópar þetta upp. Og ég vil þetta treysta að hún gerir það. Eva, en þarna bæði lið hérna að reyna að ná þessu fyrsta marki. Kemur sendingin inn á teginn. Rósa, Eva María kemst fram fyrir hana og Andrea hreinsar þetta síðan frá. Íris Ósk hreinsar þetta frá beint á Maríu Björk, en sendingin frá henni bara inn í svæðið. Mist tilbaka á Hrafnhildi. Hrafnhildur aftur á Mist. Mist út til vinstri á Hlín. Þetta er of framalega. Sandra með innkastið á Maríu Björk sem tekur hann vel niður hérna, en svo önnur snertingin sveik hana hins vegar. Vel gert hjá Fríðu sem að vinna boltan tilbaka. María Björk sér hérna hlaup frá Sigrún Evu sem biður boltan inn í svæðið, en þetta er aðeins og einnalega fyrir hana og Hrafnhildur hreinsar þetta upp. Hundur spyrna hérna. Dæni skallar þetta upp í loftið. Andrea kemur síðan og tekur annan boltan. Andrea reynir sendinguna á Maríu, en hann er blokkaruð. Þegar 20 mínútur er liðna, staðan hérna ennþá 0-0.
Mikil barátta hérna núna út allan völl. Linda kemur sá mist. Síðan hérna upp í vinstra hornið. Þessi ekki nákvæm. Og Skagakonur eiga innkast. Kasta tilbaka á Evu Maríu. Eva María skiptir yfir á Andreu. Eva María aftur á Andreu. Andrea skiptir núna yfir til hægri á Maríu Björk sem að tekur hann á kassan. Þetta glæsilega gert, stingur sér upp í horni á Fríðu. Fríða eina móti mist núna, missur hún hann aðeins og langt mist. Nær að stíga þetta út. Kom hún ekki við hann þetta? Nei, segir aðstoðdómarinn. Markspyrna dæmd. Og taka þetta stutt. Íris síðan losar þetta fram. En Sigrún vinnur boltan. Og Klara fær hann hérna til sín. En sendingin frá henni ekki nógu nákvæm. Sigrún, þær eru grimmari að vinna boltan hérna framalega á vellinum. Linda tilbaka á Írisi. Íris síðan með langan bolta fram en beint á Klöru. Fyrsta snertingin ekki nógu góð. Ásdís Birna vann hann hérna en sendingin frá henni ekki góð. Dagný losar hann upp í vinstra hornið. Íris fyrst í boltan, setur hann tilbaka á Hrafnhildi í markinu. Hrafnhildur lyftir honum hérna. Þetta ágætlega gert. Nei, hefði verið gott. Ásdís náði ekki til boltans. Nei, Elvír Rut var það. Og Klara með innkastið hérna á Erlu Karitas með mann í bakinu. Nær að snúa, heldur boltanum. Reynir að koma hann tilbaka á Sigrúnum, gengur ekki. Þá fer Sara af stað. Dagný í djöflastíginni. Og dæmd aukaspyrna. Fyrir rest, vel dæmt. Ákvað að sjá hvort að hún kæmist út úr þessu. Sem hún gerði ekki og þá aukaspyrnan dæmd. Það það Íris fyrirliði sem að tekur þessa spyrnu. Hún inn að teiknum. Dagný vel staðsett, skallar þetta frá. Linda með skotið beint á Anítu. Aníta vel staðsett þarna á örugg. Þetta auðvitað bæði liða skilin marktilraunum hérna í tölfræðina. Eva María með tæpa sendingu. Sandra tilbaka á Anítu. Andrea skiptir yfir á Söndru sem að tekur hann á kassan. Þá einn leikmaður að algjörlu leiksendingin frá henni upp í hægra hornið hins vegar og föst. Þetta var frábærlega gert hjá Söndru. Myndi hérna á Hörðinga gegn Fylki daginn sem að með móttökunni algjörlega tók einn leikmann úr leik. Frábærlega gert hjá Dagný og kemur hún að Maríu Fríðu sem að reynir síðan. Hér skýtur Íris boltanum af stuttu færi upp í hendina og mist. Það eiginlega ekki hægt að dæma hendi á þetta. Aron reynir að biðla til dómarans, gengur ekki. Sandra fær hann aftur hérna frá Fríðu. Hún á Bryndísi, Bryndís á Maríu. María ætlar að leggja á stað. Hlín gerir þetta vel. Finnur Rósu. Eva María gríðarlega sterk hérna. En Fjölnir með boltan aftur. Íris. Boltinn út fyrir og það var ekki vissir þarna. Aðstoðardómarinn ætlaði að benda til vinstri en hætti við. Bryndís sterk hérna, vinnur boltan. Sigrún Eva síðan stingur upp í vinstra hornið á Erlu Karitas. Íris nær að komast tilbaka og koma þess út af. Það innkast sem að Klara Kristinsdóttir tekur. F.A.ingar búin að minnka munni í 4-3, þvílíkur leikur þar.
Sara er mikill bara til Dagný þarna, fellur við og ekki dæmt. Innkast bara, innkastið inn á Bryndísi, Bryndís tekur hann á kassan, nær, hún er enn með boltan. Rekinn tilbaka, Sigrún, þetta er frábærlega gert hjá Söru, en Fríða stígur, þetta gerir hún vel, kemur boltanum á Söndru. Sandra lendir síðan í vandræðum en Fríða Halldórsdóttir er mætt til þess að, eins og María Björk Hlín fær boltan, leggur á stað. Sendingin inn fyrir Eva María Lesana eins og opna bók. Sandra reynir sendingu innan fram á Fríðu, gengur ekki, en Bryndís við það að ná boltanum. Leiknir Reykjavík komnir í 1-0 gegn Gróttu. Óvænt úrslit þar að verða. Þróttur Reykjavík 3-2 yfir gegn Haukum eftir 27 mínútur í inkassodeild karla. Einu mörkin í inkassodeild kvenna eru í kriganum, en þau eru líka þó nokkur 3-4. En leikirnir sem hafa kannski mest áhrif fyrir IA, það er kannski afturhelding Grindavík sem að skiptir svona í augnablikinu mestu máli fyrir þessi tvö lið hérna, IA og Fjölni. En vantar heslumunin hérna að þessar stungusendingar hjá Skagakonum skili góðu marktækifæri. Tveir leikir í Pepsi Max til kvenna í kvöld, Selfoss, HK Víkingur, staðan þar 0-0, Stjarnan, Valur 0-0 þar líka. Hlín með slaka sendingu beint á Evu Maríu. 4 mínútur eftir að venjulegum leiktíma í Kaplakrika. Andrea með langan bolta í áttina Erlu Caritas. Undir mikilli pressu þarna frá Elví. Og Elví kemur hún hérna Ásdísi, Ásdís inn á miðuna á Hrafnhildi. Fríða lætur hann ekki í friði, brýtur hún á henni þarna og er dæmd brotleg. Sara fær nær að snúa hérna, sendir hann yfir, slök sending frá henni á Hjördís Erlu og Anita kemur út á markinu og hirðir boltan. Fyrri hálfleikur hálfnaður rétt rúmlega. Staðan ennþá 0-0 hérna. Dagný nær að snúa, horfir yfir völlinn, finnur Bryndísi, fær hann aftur. Dagný síðan út til hægri á Söndru. Sandra fer á stað, María gefur henni plás, sendingin inn á nærstöngina, kannski full bráð þarna Sandra. Bryndís var ekki komin nóg innanlega til að eiga möguleika í þessa sendingu. Sara nær að koma þessu inn út á Hjördís Erlu, Hjördís. Sandra pressar á hana og vinnur af henni boltan, fer síðan í tæklinguna, glæsilega gert hjá Söndru. Bryndís leggur hann tilbaka á Sigrún Evu. Sigrún síðan með langan bolta hérna yfir í áttina Erlu Caritas, en Hrafnhildur kemur út á markinu og sópar þetta upp. Kastar stutt á Írisi. Íris síðan með bolta fram, Dagný er hérna, kemur þessu út fyrir. Elví með innkastið á Söru, Klara djöflast í henni. Fríða vinnur boltan, snýr og setur hann tilbaka á Andreu. Andrea á Evu, Eva aftur á Andreu, þá pressa hérna aðeins. Andrea og Eva, vel leist hérna. Sigrún á Söndru sem að losa hann síðan hátt í loftu. Bryndís alein hérna, en ákveður að skalla hann áfram. Vantaði kannski að láta hann að vita hversu mikinn tíma hún hafði. Eva María fær boltan hérna í hendina og þá verður Aron Ýmir ekki par hrifinn. Vildi nú meina að þetta hefði verið
svipað atvik og áðan. FH búið að jafna gegn Tindastóli 4-4. Birta Georgsdóttir á 82. mínútu. Því líkur leikur í gangi þarna í Kaplakrika, en hér er það Mist sem að tekur aukaspyrnu af, já svona við miðjan vallarhelming Skagakvenna. Hún ætlar sér að skjóta á markið held ég, gerir það beint á Anidís Láná niður og það er Íris sem að kemur gestunum yfir. Markið á 31. mínútu. Já, hérna. Þetta var ekki gott, en skotið úr aukaspyrnunni frábært. En Klara með aukaspyrnu fyrir Ía inn á teiginn. Sara Montoro nær að koma þessu frá auðvitað. Kemur sendingi fram, Dagný fær hann í bakið þarna. Andrea kemur þessu sen á Klöru. Fyrsta snertingin ekki nógu góð hjá henni, en hún bjargar þessu nú. Fínn snúningur hjá henni. Lyftir honum fram í áttina Bryndísi. Fjölnisstúlkur hafa fengið hérna sjálfstraust við þetta. Sara Montoro í baráttu við Andrea mun sterkari þarna. En Sara vinnur innkast fyrir Já, þetta er ekki það sem að Skagalið þurfti. Þær hafa ekki skorað mikið af mörkum til þessa í deildinni. Og hvert mark sem hann fá á sig gerir þetta mjög erfitt. Og hér kemur hotspyrnan frá Fjölni. Skallinn að marki. Anita í smá vandræðum, en nær á endanum að grípa boltan. Anita kastar hérna út til hægri á Maríu Björk sem að næra halda honum inn á. Vel gert, fínn snúningur hjá henni. María Hlín eltir hana. María er ennþá með boltan en missir hann núna. Sandra kemur til bjargar. En sending síðan hérna upp í vinstra hornið hjá Fjölni. Rósa er komin fram hjá Evu Maríu. Nær ekki að snúa. Verði þetta úrslit leiksins þá fer Ía í fallsæti með 11 stig. Fjölnir hins vegar lyfta sér upp í 7. sæti með 14 stig. En Selfoss komið 2-0 yfir gegn HK Víkingi í Pepsi Max deild kvenna. Og Þór Akureyri komin yfir gegn Víkingi Ólafsvík í innkastadeild karla. Anita á Dagníu. Dagný nær að snúa tilbaka á Andreu. Andrea kemur hérna upp með boltan, lyftir honum fram á við, en þetta er auðvelt að verjast þessu. Þetta enda bara hjá Hrafnhildi í markinu. Fín barátta þarna á Sigrún Evu sem vinnur boltan. Fyrsta snerting hjá Erlu Karitas ekki nógu góð. Hjördís nær að snúa. Hjördís síðan með sendinguna
inn fyrir vörnina eða átt að fara inn fyrir vörnina en Eva María var fyrir. Hlín tekur hann niður, setur hann á Hjördísi. Hjördís á Rósu, fínt spil núna hjá Fjölni. Hlín að komast hérna í fyrirgefa stöðu. Sara Montoro á teiknum en hún tapar boltanum aðeins, nær honum aftur. Sendir hann út í teginn, Sara Montoro, nær honum hérna með vítapunktinn. Snýr fyrir skotið en það víðsvega framhjá. Já, Fjölnisliðið með yfirhöndina núna. Sandra kemur þessu á. Það verður að segjast að Fjölnisliðið er nokkuð þétt. Það er erfitt að spila í gegnum þær. Allavega höfum Skagakonum ekki tekist það en þá. Sjáum að Erla Karitas er komið núna hérna miðsvæðis frammi. Dagný aftur á Sigrúnu. Sigrún með, það er fyrsta snertingin sem er að svíkja þær svolítið. Dagný gerir þetta vel, brotið á henni. Þá er aukaspyrna sem að Eva María býr sig undir að taka, sýnist mér. Já, Andrea læðir sér inn á teiginn. Eva kemur þessu inn á teiginn, þá upphefst baráttan. Fjölnisn er að skalla frá. Sara tekur frákastið og leggur á stað. Með Rósu með sér, sendingin hins vegar allt of föst. Og Anita hirðir hann upp. Já, kæru Skagamenn, ef að einhver tíman hefði kvennaliðið þurft stuðning okkar, þá er það núna á þessum tímapunkti þessar mundir. Og ég bara hvet ykkur til þess að gera allt sem eigi ykkar. Þetta er hættulegt. Anita nær að gera þetta vel, setur hann bara með hnénu aftur á Evu Maríu. En Hjördís vinnur boltana Söndru, finnur Söru, en Andrea nær að komast fram fyrir hana. Og fram, og Erla Karitas nær þessum bolta, leggur af stað. Hún er með Maríu með sér. Erla leggur af stað fyrir utan á, mist. Kemur honum fyrir aðeins og vinnalega fyrir Bryndísi. Fít sprettur hjá Erlu Karitas þarna. Og ég ætla að nota bara tækifærið bæði leið og ég er að hvetja Skagamenn til þess að koma og styðja liðið og hjálpa þeim í þessari baráttu, að líka með baráttu kveðjur einfallega til knattspyrnu félagsins sem slíks, að gera allt sem í þeirra valdi stendur til að hafa umgjörðina eins og best verður á kosið fyrir þessar stelpur og búa þeim þannig umhverfi sem að geta þrifist í og ennst í. Kemur sendingin inn fyrir á Söru sem var við það að vera rangstað. Andrea nær að stíga hana út, kemur hún tilbaka á Anitu. Sara pressar, Anita verður að setja hann út fyrir. Þá er það Hlín sem að tekur innkastið. Kastar þessu inn á Söru sem að finnur síðan Rósu. Rósa kemst fram hjá Dagný en ekki fram hjá Erlu Karitas. Bryndís í baráttunni, Fríða hirðir frákastið. Fríða lyftir honum síðan hérna fram vinstri kantinn þar. María Björk komið núna nær að hún að halda þessu inn og það gerur hún. Þetta er vel gert hjá Maríu. María er að nálgast teginn, sendingin, snertingin aðeins og föst þarna. Og það er ná að verjast þessu. Boltinn aftur á Andreu. Andrea núna undir pressu frá Söru Montoro sem að tækla boltan út fyrir. Loka tölur í Kaplakrika 4-4 sem að þýðir það að F-áingar eru efstar núna með 26 stig, en það þýðir þó að Þróttarar geta komist upp fyrir þær vinni þær sinn leik gegn Haukum á morgun. Tindastóll í 3. sæti með 19 stig, en hér
koma. Þetta frábær vörn hjá Söndru og það eru Skagakonur sem áttu nú að eiga þetta innkast. En vonlaust fyrir dómarann að sjá þetta, en aðstoðardómarinn hefði nátt að spotta þetta. Leiknir komnir í 2-0 gegn Gróttu í innkastadeild karla. Það kalla ég óvænt. Eða hvað? Nei, það er ekkert óvænt. Þetta er toppslagur. Mikið verið talað Gróttuliðið í sumar. En með þessum sigri fara Leiknismenn í 3. sætið í innkastadeild karla upp fyrir Gróttu. Þá er aðeins dregið úr pressunni hjá Skagaliðinu sem var hérna í upphafi leiks. Það er Fjölnisliðið sem að næra ógna meira. Hlín með innkastið. Rósa og Sara klárar en hún setur þetta tilbaka á Hrafnhildi. Hrafnhildur tæpa sendingu tilbaka á Írisi. Fríða pressar á hana. Sendir yfir á Elvi. Hún aftur á Írisi. Íris nær að þræða hana fram hjá Maríu Björk aftur á Elvi sem að leggur þá á stað. Reynir sendinguna fram á við. Tæp sending hérna hjá Andru. Kloppaði Söru Montoro. Það eru svolítið bráðar hérna núna. Bryndís finnur Maríu Björk. María leggur á stað upp vinstra megin. María nær að snýrin á völlin, finnur Bryndísi aftur. Bryndís tapar boltanum hann í augnablik. Reynir skoti í varnarmann. Fríða út á Klöru en móttakan ekki nógu góð. Klara hann í mikill í baráttu við Söru Montoro. Hefur betur. María á Fríðu. Sendingin ekki góð frá henni. Mist tilbaka á Hrafnhildi. Hrafnhildur losar þetta út til vinstri. Það er Hlín, tekur vel á móti boltanum. Finnur Hjördísi. Hjördís leitar inn á völlin. Finnur Hrafnhildi. Hrafnhildur síðan með bolta sem að ætlaður var Ásdísi Birnu. En Klara las þetta. Bryndísin hérna mikið harðfylgi. Stingur síðan boltanum á Erlu Karitas. Dæmt síðan aukaspyrna. Þetta er vel dæmt. Ég ætla bara að leyfa mér að rósa dómara leiksins fyrir að reyna. Það er búið að gerast núna í nokkur tilvik þar sem að hann leyfir leiknum að fljóta og sjá hvað verður úr. Hann beitir hagnaðinum einstaklega vel. Men við verðum að fá rós þar sem þeir eiga að skilið. Þá er aukaspyrna hérna á góðum stað sem að Skagaliðið á. Fríða Halldórsdóttir lætur vaða hérna inn að markinu. Hrafnhildur grípur þetta auðvitað. Vantaði þarna kraftmikið hlaup á hana á þennan bolta. Vel gert hjá Rósu, nær að snúa. Kemst fram hjá Dagnýju. Fríða tekur við. Kemur boltanum á Ásdísi sem að spila hann tilbaka. Íris losar hann síðan hérna hátt í loft upp og Dagný nær ekki að koma þessu frá en það gerir Andrea. Fín pressaði á Sigrunu en Skagaliðinu gengur ekki að ná valdi á boltanum núna. Fríða tekur hann niður núna. Eitt kloppið þarna. Finnur Maríu Björk. María aftur á Fríðu, vel gert. Fríða tilbaka. Andrea í vandræði með þetta. Venjulegu leiktími við það að klárast hérna í fyrri hálfleik. En það er nokkuð víst að Skagakonur þurfa að gera betur í síðara hálfleiknum ef það ætla sér
að fá eitthvað út úr þessu og það er bara flautað af hérna 1-0 fyrir Fjölni. Fyrir Fjölni í hálfleik og það var Íris Ósk Valmundsdóttir sem að skoraði markið á 30. mínútu og við munum taka okkur hlé eins og aðrir hérna og bíða þessar 15 mínútur meðan að þanga til að síðari hálfleikurinn hefst. Þannig að ekki fara langt, þessi leikur er hvergi nærri búinn. Þú pantar með appi á Dominos.is eða síma 58 12345. Dominos.
Já, það er allir að ía því að ía sigri í dag. Við skulum vona að það standist. Halli Meló alveg með þetta við framundan síðari hálfleikur í leik ÍA og Fjölnis í inkassodeild kvenna. Það er skipting hérna strax hjá Skagamönnum. Hver er það sem fer út af? Það er Róberta Lilja sem kemur inn. Við möttum að komast að því hver það er sem að fóra að velli. Það er Bryndís, Dagný er hérna, þetta er í hægri bakvörðin Sandra Ósk, nei það er Klara Kristins. Já, leikurinn kom í gang, Skagakonur verða náttúrulega að bæta við tönn eins og maður segir, en hér koma Fjölniskonur, Skagakonur ná að verjast þessu en dæmt aukaspyrna á Róbertu Lilju eða hvað, nei það er rangsta. Og hérna, veistu getum það, staðfestingu á skiptingunni. Já, þá færir Sandra Ósk sig yfir í vinstri bakvörðinn, Dagný með slaka snertingu þarna, en það er ná að vinna þetta aftur. Sigrún tilbaka á Róbertu. Róberta lyftir þessu á Bryndísi sem hann er að kassa niður, reynir að koma honum upp í hægra hornið. Marí Björk tekst ekki. Óbreytt lið hjá Fjölni. Sara á Ásdísi, fær hann aftur og það lítur að vera Skaginn sem á þetta. Já. Sandra á Erlu Karitas, mikil barátta hérna. Fjölnir á þetta engast, hárrétt dæmt. Nei, þeir voru ekki sammála hérna. Aðstoðardómarinn gaf Skagakonum þetta, dómarinn Fjölni og dómarinn hafði nú rétt fyrir sér hérna. En hann lúfaði. Sér það ekki alltaf. Fríða gerir núna, kemur boltarinn hérna á Söndru og boltinn af Söndru og út fyrir. Linda Lárusdóttir passaði svona á að spyrja hvort að Sandra væri í lagi. Minnst þetta er virðingavert. Kemur kastið Elvi Finnur Lindu sem að lyftir honum inn á Rósu. Eva María selur sig hérna. Rósa er að komast inn að markinu. Anita er ein á mótinni. Hún verða frákastið. Róberta hann er að stoppa þarna skotið. Gríðarlega mikilvægt þarna. Marían er að vinna innkast. Dauða færi. Þarna lét Eva María Rósu fara illa með sig. En vel gert hjá Rósu hins vegar. Það er Skaginn sem að vinnur innkast hérna núna. Færast fram af völlinn. Róberta kastaði þarna fram, kemur boltanum síðan hérna inn á teiginn en aftur fyrir markið. Já, við myndist aðeins á leik Þróttar og Hauka í innkastadeild karla. Það er ekki á hverjum degi sem maður sér mark hjá sama liðinu á fyrstu og annari mínútu leiks sem að Þróttarar komist í 2-0 eftir 2 mínútur. Haukar sýndu hins vegar karakter og jöfnu en Þróttarar bættu við 2 mörkum fyrir hálfleiks og staðan 4-2 í hálfleik. Ótrúlega tölur en einu mörkin sem skoruð hafa verið í innkastadeild kvenna eru í Kaplakrika, eða voru í Kaplakrika þar sem að leikurinn endaði 4-4 FH Tindastóll og síðan markið sem að skorað var hér. Íris Ósk skoraði það og þar við situr
0-0 hjá Afturhelding og Grindavík og 0-0 í Augnablik. IR konur að halda hreinu. Hér kemur sendingin inn fyrir á Söru. Hún var rangstæð en flaggið fór ekki á loft. Ein innkast sem að IA á. Erla Karítas kemur þess á Dagný lítur upp, skiptir yfir til hægri en það er beint á Hlín. Hlín reynir að finna Hjördísi, tekst ekki, boltinn út fyrir. Bryndís nær að snúa, togaði í hana þarna. Það hlýtur að vera dæmt aukaspyrna núna, já, vel dæmt. Hann og aftur, beitir hann hagnaði alveg eins og meistari. Tómas Úlfar Mæjer búinn að dæma hennar leik mjög vel. Reyndar voru Skagamenn ekki sáttir við aukaspyrnuna sem dæmt var á hendi. En hér kemur spyrnan. Já, Fríða. Þetta er mist sem að skallar frá og út af. Já, Skagamenn getur nú kannski verið pínu pirraðir yfir aukaspyrnuna sem dæmt var og skorað upp úr. Það sem að hann var dæmt hendi á Evu Maríu. Sem að boltinn hrökk upp í hendina þannig að stuttufæri. Því hefði verið sleppt mjög stuttu áður. Róberta kemur þessu fyrir markið og hann siglir í gegnum allan pakkan. Og Ásdís kemur þessum bolta á Söru sem að snýr á Söndru. Vel gert hjá henni, Sandra togar í hana og dæmt aukaspyrna, ekkert spjald eða hvað. Ekkert spjald. Samkvæmt reglum mætti þetta vera gult spjald, en kemur Íris með aukaspyrnuna eftir þessu á Söru sem að næra taka niður. Snýr, kemur honum út á Ásdísi sem að lyftir þessu inn á teiginn. Rósa þar í baráttu og boltinn liggur dettur inn í markteiginn en Aníta næra hirða hann upp. Aníta spyrnir frá markinu, beint á Hjördísi en hún nær ekki að taka niður. Slök sending tilbaka, Bryndís nær að finna Maríu Björk eða hvað, nei. En María enda nú samt með boltan, sterk þarna. Finnur Erlu Karítas. Og Erla Karítas í skotið og það er framhjá markinu. Frábær barátta þarna fyrst hjá Maríu sem að vann boltan. Báðar fæddar 2002. Fjórar úr þeim árgangi inn á núna. Bryndís kemur þess á Kæju, Kæja tilbaka, þetta er tæpsending, þetta reddast Dagný. Eina af þessum 2002 stelpum líka Dagný, María, Sigrún og Fríða sendir hann einna út á Erlu Karítas sem er að komast inn fyrir. Farið í hana en ekki dæmt. Ágætis vörnandi á Elvi sýndist mér að vera. Sara að reyna að snúa á Söndru, tekst. En Dagný kemur til bjargar, gerir þetta vel. Sandra síðan losar þetta fram en beint á Írisi. Íris finnur ekki Lindu en hún finnur hins vegar Rósu. Dagný mista honum hana. María tilbaka á Róbertu. Bryndís tilbaka á Fríðu. Fríða tilbaka á Róbertu. Róberta reynir að finna Maríu. Skýtur í Hjördísi út af. Og þá er skipting. Leikmaður númer 32. Og Linda Lárusdóttir að fara að velli.
Koma Fjölnisstúlkur, Sara reynir sendinguna, gekk ekki. Það er Berta María Óladóttir auðvitað sem kom inn á. Hreinsar Hrafnhildur þetta frá, Sandra vinnur boltan, kemur á Erlu Karitas, keyrt í baki á henni, hún stendur af sér, skiptir yfir á Maríu. María, erfið fyrsta snerting hérna, Fríða vinnur síðan boltan, það ná ekki að halda almennilegu valdi á boltanum. Skagakonur. Róberta heldur þessi og kemur hún Bryndísi, fær hann aftur, síðan sendur hún upp í hægra hornið en út fyrir. Fjölnir að ná að byggja upp sóknina, sendingu upp í vinstra hornið á Rósu. Við fáum þetta rétt núna. Berta María Óladóttir komin inn á, hún kemur inn á miðsvæðið bara í stöðun hennar Lindu. Og rangstaða dæmt á Fjölni, heldur farið að rökkva hérna á Akranesi. Það er svona alveg að koma sá tími að leiktíminn 19:15 hentar ekki aðstæðum. Sandra, Ásdís pressar á hana, kemur hún tilbaka á Anítu. Aníta í vandræðum, sparkar boltanum í Söru. Eva María síðan í vandræðum með að koma þessu frá. Ásdís kemst fram hjá Söndru. Andrea mætt á svæðið og tæklingin er nokkuð hörð hjá Ásdísi. Skildi hún fara í bókina fyrir þetta, skildi engan undra, en nei. Þetta hefur verið mín gagnrýni á dómgæslu í kvennaboltanum, að það sé ekki farið að sömu reglum. Þessi tækling hefði átt sér stað í karlaboltanum, hefði aldrei verið spurning gult spjald. Mér finnst að jafnréttið á að ganga í allar áttir, meðal annars í þessar. Það á ekkert að hlífa konunum við knattspyrnulögunum, heldur þvert á móti. Þá koma Fjölnisstúlkur enn einu sinni, en vel gert hjá Evu Maríu. Og hér missir hún boltan og langt frá sér. Þá er skipting sennilega hjá Skagamönnum. Veronika Líf Þórðardóttir tilbúin og það er María Björk. Hún eiga virkilega góðan leik, María Björk. Já, Veronika Líf var fastamaður í byrjunliðinu fyrir hluta sumars. María Björk hefur fengið tækifæri í undanförnum leikjum. Veronika Líf ein af reyndari leikmönnum ÍA. Já, spila, þetta er vel gert hjá Róbertu, nær að snúa á Hjördísi. Veronika komin í boltan, missir hann.
Veronika Líf fædd 97, 22 ára á þessu ári. Gróttumenn búin að minnka muninn gegn Leikni, 2-1 í toppslag í innkassudeild karla. Fríða Halldórsdóttir með góða sendingu en vel varist þarna hjá Elví. En já, það ná að bæja þessu frá. Veronika í baráttunni við Hlín sem að finnur Bertu. Hún á Hjördísi, sendingin frá henni löng og vel gert hjá Evu Maríu sem að vinnur innkast með því að sparka boltanum í Rósu þarna. En við viljum fara að fá mark hérna hjá Skagakonum. En hafa ekki náð að ógna markinu. Erla Karítas átti reyndar ágætis skot. Það hefur ekki náð að skapa sér hreint dauðafæri. Fríða heyrðir upp þennan bolta. Síðan kemur löng stungusending en það enginn að hlaupa. Það liggur of mikið á köflum. Hrafnhildur spyrnir frá markinu. Sara í baráttu við Dagný. Dagný hefur betur. Það allavega ekki að komast í boltan og Sara. Kemur Hjördís. Hjördís skiptir yfir til hægri. Ætlað Ásdísi en þetta á vinnalega. Þegar að tæpur hálftími eftir að venjulegum leiktíma staðan ennþá 1-0 fyrir Fjölni. Jafntefli í þessum leik myndi skila sér í óbreyttri stöðu hérna á botninum með Fjölni í fallseti. Nú það Fjölnis konur sem að pressa á þessar stuttu markspyrnur hjá Skagakonum. Bryndís gerir þetta vel, hérna var hendi. Það dæmt. Já, hvað að gera, á hún að gera, spyr þjálfari. Þá skipting. Andrea að koma af velli og í hennar stað Eyrún Eiðsdóttir. Og kemur spyrnan inn að markinu beint í fangið á Hrafnhildi. Dagný fer tilbaka í miðvarðarstöðuna þar sem að Andrea spilaði. Eyrún fer fram eins og hún gerði á móti FH. Bryndís dettur þá niður á miðuna. Hér Eyrún að koma boltanum á Sigrúnu. Sigrún á Kaju. Kaja leitar inn á völlinn, skiptir yfir til hægri. Þetta góð sending á Veroniku. Veronika síðan með fyrirgjöfina og Erla Karítas í ágætisfæri, nær ekki kraft í skotið og Hrafnhildur ver. Já, þetta var betra hjá Skagakonum. Þarna kom færið sem við erum búin að bíða eftir. Vantaði bara kraft í afgreiðsluna hjá Kaju. Vel gert hjá Berðu sem að skalla hann áfram. Íris kemst fram fyrir Eyrúnu. Og það kom að þessu frá. Fríða nær að vinna boltan. Sigrún finnur Bryndísi. Bryndís reynir skiptingunni og Veroniku tekst ekki. En Róberta Lilja brýtur hérna á Hjördísi. Skilur ekkert í þessu. En það Hlín sem að var fyrir barðin á henni hérna. Og þá kemur spyrnan, það mist sem að tekur hana. Hárbolti inn á tauginn, Eva María kemur þessu frá, Rósa tekur frákastið, gerir þetta virkilega vel, gerir aðeins of mikið. Sandra nær að koma þessu frá og Kaja þarf að leita tilbaka. Sparkar í Fríðu þarna, kemur síðan langur bolti, Íris kemur stíð hennan og skallar hann frá.
Hjördís. Þetta mikil barátta núna hérna. Róberta á Veróniku. Verónika læðir honum fram. Mist. Les þetta og heyrðir hann. Mist út á Hlín. Hlín tekur á rás en frábæri varnarvinna hjá Róbertu. Verónika. Silkislög hérna. Finnur Bryndísi. Hún á Sigrún Evu. Sigrún nær ekki í góðri sendingu. Íris út allan völl núna. Komin hérna út vinstra megin. Þá í aðsíi. Skipting hjá Fjölni. Kemur að missir Verónika boltan út af. Þá skipting. Það Hjördís sem að kemur að velli. Aníta Björg Sölvadóttir kemur inn á fyrir Hjördís Erlu Björnsdóttur. Og þá koma Fjölnistúlkur. Rósa kemur þessum bolta í gegnum skagamennina en Erla Karitas hirðir hann upp. Lyftir honum fram á við. Verónika kemst ekki þennan. Hlín gerir þetta vel. Aníta missir boltan út af. Aníta kemur hérna bara á vinstri kantinn í sömu stöðu og Hjördís var að spila. Eyrún nær að taka þennan bolta niður, snýr. Leggur hann tilbaka á Bryndísi. Bryndísi hann með skiptingu í fyrsta. Yfir til vinstri en það Elví sem að nær að komast fyrir þetta. Sandra nær að vinna boltan hérna. Sandra kemst ekki í gegnum þær. Boltinn tilbaka á Hrafnhildi sem að hreinsar frá beint á Fríðu Halldórsdóttur sem að tekur hann niður. Fríða leitar að Söndru, vel gert hjá Elví. Sandra kastar þessu fram en Elví nær að skalla hann áður en að Eyrún kemst í boltan. Sigrún aftur tilbaka á Söndru, Söndra lyftir þessu inn á teiginn, Íris skallar hann frá. Það ná síðan að fylgja þessu eftir. Fríða vinnur síðan boltan, finnur Eyrúnu sem að lyftir honum hérna glæsilega inn á Bryndísi. Bryndís reynir skotið í varnarmann. Hún snýr, kemur hún aftur á Eyrúnu. Þetta alltof þröngt eða hvað? Bryndís með hann ennþá. Kemur hún út til vinstri á Erlu Karitas sem að lyftir honum inn á teiginn. Íris skalla frá. Og síðan það Hrafnhildur sem að framlengir hann á Söru Montoro. Sara með stungusendinguna. Aníta út úr teignum. Rósa komið fram hjá henni, Rósa með skotið og Rósa með skoti í hliðanettið. Þarna var Aníta heppin. Þetta var rosalegt færi sem að Rósa fekk þarna. Hefði hæglega geta komið Fjölni í 2-0. Langur bolti fram sem að mist, hreinsar án vandræða. Sandra hreinsar fyrir skagamenn. Fríða tilbaka á Evu, aftur á Fríðu. Fríða út á Róbertu. Róberta á Bryndísi. Bryndís á Veróniku. Þetta ágætlega að spila núna hjá Ía. Tilbaka á Róbertu. Róberta síðan inn á miðjuna á Fríðu. Fríða yfir til vinstri. Sendingin ónákvæm hérna á Söndru. Betri spilkafli núna undanfarið í leiknum hjá Ía. Rósa kemur vel tilbaka og sækir boltan. Erla Karitas lætur hann ekki í friði, togar í hana og dæmd aukaspyrna. En engin spjöld. Aftur. Samkvæmt lagana bókstaf ætti þetta klálega að vera gult spjald. Íris lyftir þessu hérna fram. Sandra kemur þessu frá. Gríðarleg barátta hérna. Sara missir boltan út af. Sandra á Fríðu.
Fríða í vandræðum hérna. Kemur honum fram á Sigrúnu. Sigrún. Góð tækling hérna hjá Berthu. Bertha María. Varamaðurinn. Sandra með innkastið á Erlu Karítas. Erla spörkur niður. Ekki dæmt. Sandra séðan með sendinguna út fyrir. Já, ég sammála Erlu Karítas þarna. Henni fannst nú að hann hefði átt að fá eitthvað fyrir sinn snúð. Bryndís tilbaka á Fríðu. Fríða finnur Erlu. Hún á Söndru, þetta þröngt. Finnur Eyrúnu. Íris fer í baki á henni og aukaspyrna dæmd réttilega. Og já, nú Já, þetta vel leyst. Já, dómaralegsins eins og reglurnar segja, það var einn að standa í bóðvagnum, ekki tveir. Kemur sendingin inn á teiginn og það Eva María nær ekki að stýra þessum á markið. Já, ágætlega mætt í stúkuna og töluvert af fólki í brekkunni, en betur má ef duga skal, segi ég. Tökum þetta eftir Vestló. Róberta kastar þessu inn á Eyrúnu sem hann er að snúa. Eyrún lyftir þessu út í hornið á Veróniku. Verónika leitar að Eyrúnu aftur aðeins og framalega, en Verónika fær boltan aftur. Sendingin á miðjunni á Fríðu. Fríða yfir á Söndru. Sandra með slaka fyrstu snertingu, en Dagný bjargar henni fyrir horn. Elvírud kastar hérna á Söru Montoro sem hann nær ekki valdi á boltanum. Missir hann út fyrir. Erla Karítas kemur honum á Fríðu. Fríða á Evu Maríu. Eva áfram á Róbertu. Róberta leggur á stað. Róberta reynir að finna Veróniku, tekst ekki. Hlín vinnur á henni boltan. Og þetta endar í innkasti sem að Fjölnir á. Eva María hreinsar þetta frá. Eins og við sáum hérna fyrir leika þá hefur Skagaliðið ekki verið að tapa stórt. Það hefur verið að tapa með einu marki utan hennan leik gegn FH í síðustu umferð sem það töpuðu með 2 mörkum. En tafleikirnir 3 þar á undan í deildinni. 2-1. 0-1 og 0-1. Og okkur langar ekkert að sjá 0-1 en 1 í viðbót. 0-1 tap hérna. Við fór stig úr þessum leik. Þá þetta en bakhrinding á Skagaliðið og þá skipting í vændum hjá Fjölni. Íris með langa sendingu fram sem að siglir alveg í fangið á Anítu. Aníta spyrnir frá markinu. Finnur ekki samherja eða hvað. Jú, Erla Karítas kemst í boltan. En Eyrún var hérna farin úr þessu svæði. Mist. Kemur boltanum á varamanninn Anítu Björg sem að leggur á stað.
Veronika eldir og Róberta líka. Þá kemur skiptingin. Það er Rósa Pálsdóttir sem að fer af velli. Lilja Nótt kemur bara í hennar stöðu. Korter eftir. Nú verður eitthvað að fara að gerast. Já, Skagakonum. Veronika kemur þessu áleiðis. Róberta síðan, vinnur boltan, kemur honum á Eyrúnu sem að leggur henni í fyrsta tilbaka á Sigrún Evu, hún á Bryndísi. Bryndís leitar að möguleikum, spyrnir beint í mótherja. Bertha vinnur á henni boltan. Anita. Róberta með fína vörn þarna. Og innkast sem að Skaginn á. Veronika. Það er ekki að snúa. Og Hrafnhildur gerir vel. Anita með slaka sendingu á Sigrúnu sem er líka með slaka sendingu. Og Sandra síðan er að bjarga þessu. Þetta er skrítinn fótbolti í augnablikinu. Anita tilbaka á Hrafnhildi, hún á Hlín. Hlín kemst fram hjá Veroniku og Bryndísi. Anita síðan lyftir þessu hérna yfir til hægri en Sandra les það. Sandra kemur þessu ekki lengra en á Bertha út til hægri á Ásdísi. Ásdís finnur ekki samherja. Erla Karitas með boltan. Kemur með langan bolta en hún ekki tilbúin eða var með aðra hugmyndir. Kemur sendingin fram á varamannin Lilju Nótt sem að kemur boltanum fyrir. Eva María er fyrst í boltan og nær að komast fram fyrir Söru þarna. Og Róberta spyrnir þessu síðan í Anitu og út af. Fríða á Veroniku, nær ekki boltanum. Hlín kemur þessu á Anitu. Anita og Róberta til varnar og innkast sem að Fjölnir fær. Róberta skallar þetta frá, beint á Bryndísi sem að leggur hann tilbaka á Fríðu, hún á Veroniku. Veronika nær ekki að koma þessu fram hjá Hlín sem búin að hafa virkilega góðan leik í liði Fjölnis og Bryndís brýtur síðan á henni. Þetta er hættulegt mist. Tekur þessa spyrnu. Ætlum skjóta á rammann. Það gerir hún innan markinu en fram hjá því. Þá er skipting hjá Ía. Inn á kemur leikmaður nummer 19, Erna Björt. Elíasdóttir. Og út af fer Erla Karitas Jóhannesdóttir. Ellefu mínútur eftir. Já, þetta er, ég hef fengið heyrt athugasemdir úr brekkunni við þessar framkvæmd á þessum markspyrnum. Hvort það sé ekki hreinlega að annarkvar hafsendanna taki bara útspörkinn frekar en að vera að taka þessa sénsa með einhverjum stuttum sendingum áður en að kemur langubolti. Taka því bara ef þeir vilja. Veronika skallar þetta fram á
Sigrún hún á Bryndísi, boltinn í hátt í loft upp. Sigrún að skalla hann áfram. Veronika. Já, fín pressa, Veronika Líf vinnur boltan. Leggur hann út á Fríðu sem að langar í skotið, en fín vörn hjá Berthu þarna, komst fyrir skotið og boltinn út fyrir. Nú liggur þeim aðlitið á. Kastið inn á Eirunu sem hann að taka með sér. Sandra á Bryndísi, finnur Eirunu, aftur á Söndru. Sandra lyftir þessu á teginn, Hrafnhildur kemur út úr markinu, missir á honum og boltinn! Við það leka í netið! Hver var það sem að reynsaði þarna á línunni? Var það Hlín? Gat ekki betur séð. Þarna mátti litlu muna að Skaginn skoraði ódýrt mark. Og Sigrún Eva tekur hornspyrnuna. Setur hann hérna inn á fjárstöngina. Dagný vinnur skallan. Þær eru í vandræðum með að koma sér frá eða hvað? Nei, Aníta kemur síðan með langan bolta. Róberta les það vel, kemst fram fyrir. Sendi ekki inn tilbaka á Söndru. Síðan kemur langur bolti frá henni. Út til hægri. En Hrafnhildur út úr markinu. Og út úr tegnum. Setur hann út af. Eirún fær hann hérna. Setur hann út á Erlu, Erla snýr, leggur hann tilbaka á Veroniku, Veronika sé með hann fyrir í fyrsta, Íris nær að reynsa frá og Lilja Nótt hirðir upp frákastið þarna út til hægri á Ásdísi. Ásdís aftur á Lilju en Dagný leggur hann tilbaka á Anítu. Bryndís skallar hann áfram en Fjölnisstúlkur ná þessum bolta. Aníta á Söru. Sara snýr, fer í skoti en það beint á Anítu sem var vel staðsett í markinu. Staðan orðin 1-0 fyrir Grindavík gegn Aftureldingu í inkassodeild kvenna. Þetta er ekki góð úrslit fyrir Skagann. Það þýðir að Grindavík fikrar sig lengra í burtu frá þeim. Næsti leikur einmitt gegn Grindavík í Grindavík. Fyrir leiklið þannig lauk með 0-0 jafntefli hérna. Staðan 5-0 núna fyrir Val gegn Stjörnunni í Pepsi Max deild kvenna og Grótta búin jafna gegn Leikni Reykjavík 2-2. Rólegur seinni hálfleikur í Laugardalnum þar sem að Þróttur og Haukar eigast við þegar að Skagakonur vinna hornspyrnu hérna. Pressan er aðeins að aukast hjá þeim. Það er Fríða sem að tekur spyrnuna. Snýr þetta inn að markinu og boltinn í netinu og hver önnur en Eva María Jónsdóttir. Eva María skorar mörk sem að skipta máli. Eva María jafnar hérna gríðarlega mikilvægt mark hérna hjá Evu Maríu. Þetta mark á 83. mínútu. Maður sá létti á svip margra en þetta er ekki búið. Fríða með boltan inn í miðurhringnum, kemur honum á Bryndísi. Bryndís leggur hann út til vinstri á Söndru. Sandra kemur með langan bolta inn fyrir Íris, les þetta vel. Eirún var hérna klár fyrir aftan. Sara Montoro fær sendingu hérna upp hægra megin. Dagný eltir hana, Sara gríðarlega fljót. Er að komast inn að markinu, Aníta út úr markinu og gerir þetta virkilega vel. Kasta sér á boltan hérna á fótunum á Söru.
Þetta gjörbreytir stöðunni. Þetta gerir það verkum ef að þetta mark, ef að þetta verður staðan, þá endar þessi verður staðan eftir þennan leik svo sama í 8. og 9. sæti. Fjölnir verður fyrir neðan IA á markamun. Þetta var gríðarlega sætt og Skagakonur ekkert hættar. Eyrún fær hann hérna á ringkastinu, finnur ekki samherja. Þá kemur langur bolti inn fyrir á Söru, en hann of langur eða hvað? Já, hún ekki að halda þessi inn á. Sigrún nær að snúa, finnur Veroníku Líf. Veroníka sendir hann inn fyrir, Eyrún eldir, Íris að taka hann niður hérna, finnur Elví. Erna Björn gerir vel hérna, miskilningur hérna hjá Veroníku og Ernu. Kemur Aníta með stungusendingun inn fyrir, hún ofinnalega og Aníta enda með boltan. Flöggur rangstað en leikurinn látinn fljóta. Aníta kastar hérna á Fríðu, Fríða snýr. Lilja pressaði á hana hérna, en hérna Veroníka að snúa. Veroníka lyfti boltanum síðan hérna í áttina Eyrúnu. Það hefur ekki tekist að finna Eyrúnu nógu vel. Elví kemur hérna fram með boltan, lyftir honum fram á við, finnur Lilju. En Dagný gerir þetta virkilega vel, kemst fram fyrir hana og vinnur innkastið síðan. Vel gert hjá Dagný Halldórsdóttur. Tæpar 4 mínútur eftir af venjulegum leiktíma. Sandra finnur Bryndísi sem að fleytir honum áfram. Eyrún í mikilli baráttu, togaði í treyjun hennar hérna, já, vel dæmt. Ég held að hann ætlaði að sleppa þessu. Hér Dagný liggur á vellinum, heldur höfuð sér. Nú veit maður ekki hvort þetta þreyta eða hvort að... Og það væntanlega skipting. Selma Dögg Þorsteinsdóttir. Nú veit ég ekki hvort að þetta hennar fyrsti leikur. Ég gæti trúa því af miklum knattspyrnu ættum eins og margir ættu að vita. Þorsteinsdóttir, systir Steinars Þorsteinssonar og Sigurðar Rannars Þorsteinssonar sem að spila með meistaraflokki í IA og reynda Sigurður Hrannar, hann var í hóp í síðasta leik. Vel gert hérna hjá Bryndísi. Eyrún síðan reynir stungusendingun inn fyrir. Selma kemst í boltan. Nei, Erna fyrirgefiði. Erna nær að snúa en brotið á henni. Og aukaspyrna á góðum stað. Og Afturelding búin að jafna gegn Grindavík 1-1. Það eru góð tíðindi fyrir Skagamenn. Selma Dögg enn eina af þessum 2002 árgangi í IA-liðinu. Fríða með boltan inn á teiginn. Íris gríðarlega sterk hérna í loftinu. Bryndís í baráttunni. Fríða vinnur boltan, stingur honum inn fyrir. Eyrún eldir. Eyrún inn á teignum. Fín tækling hjá Elví þarna. Og kemur boltanum frá. Já, Afturelding 1, Grindavík 1. Þetta eru góð tíðindi eins og ég sagði. Fyrir IA. Róberta komið núna hérna í vinstri bakarastöðuna. Selma fer í
hægri bakurinn og Sandra í miðvarðastöðuna sem hún er nú vön að gera en rangstæða dæmd á Eyrúnu Eiðsdóttur hérna þegar að venjulegum leiktíma er að ljúka. Spurning hversu miklu verður bætt við. Venjulegur leiktími liðinn, kemur sendingin upp í hornið á Lilju. Lilja Nótt komin inn á teiginn, setur hann fyrir. Selma kemur þessu frá. Já, ég ætla að leyfa mér að vera ósammála þessu. Ég vil velja mann leiksins Evu Maríu Jónsdóttur. Eyrún. Fín tækling hann á Berðu. Já, ég vel minn mann leiksins markaskoraran Evu Maríu Jónsdóttur búin að vera traust í vörninni alla jafna. Fín barátta hérna. Það er Róbertu Lilju og nei, innkastið dæmt Fjölnismönnum og snöggar að taka þetta eða missa boltan út af. Róberta tekur þá kastið. Reynir að finna Sigrún Evu, tekst ekki. Sara, hún er ennþá að hérna. Sara tilbaka á Ásdísi, Ásdís leggur hann tilbaka á Írisi sem að kemur sér með langan bolta. Selma gerir þetta vel, skallar boltan á Veroniku, leggur síðan á stað, fær hann aftur. Selma á flegiferð með sendingun upp í hornið á Ernu. Erna með slaka fyrstu snertingu, missir boltan út af. Vel gert hjá Ernu, vinnur boltan tilbaka. Hún þarf að finna réttan mann, sendingin yfir til vinstri fyrir aftan Sigrún Evu. Það sér að Fjölnismönnum liggur líka á, þeim langar líka að skora sigurmarkið í þessum leik. Sara, Róberta, mikla baráttu hérna. Sara þarf að snúa, leggur hann yfir til vinstri. Hrafnhildur á Anítu. Aníta, Selma til varnar. Aníta kemur boltanum inn á teiginn en nafna hennar í marki Skagamanna grípur þennan auðvitað. Konnar 2,5 mínúta fram yfir venjulegan leiktíma. Kemur spyrnan frá Anítu. Þetta er skalla frá að Berðu. Hátt í loft upp. Ásdís í baráttu við Sigrún Evu. Sigrún vinnur boltan. Kemur síðan með langan bolta í áttina að vörninni. En Hlín að vera virkilega góð. Sigrún vinnur boltan aftur. Fær hann síðan aftur tilbaka frá Bryndísi. Ætlar í skotið en Berða fer í skotfótinn hennar. Og hér er aukaspyrna og það er gult spjald á Berðu. Sjá það hérna. Það er Fríða Halldórsdóttir, varnarlínan tiltölulega innarlega, lyftur þessu inn að markinu en ekki í neinu vandræðum með þetta. Hrafnhildur Hjaltalín og þetta var mögulega síðasta tækifærið eða hvað. Aukaspyrna og já og gult spjald á Bryndísi. Hvetjum þær áfram, sýnum þeim í verki að þær skipta okkur máli og fótboltinn skiptir okkur öll máli hérna á Akranesi, kvennaboltinn líka. En ég ætla að minna áður en ég kveð, ætla ég að minna á næstu útsendingu okkar sem er á morgun þegar að Kári tekur á móti Vestra. Leikurinn hefst klukkan 6, útsending 17:45.
úr annarri deild karla en þangað til, ég ætla að þakka fyrir mig. Örn Arnarsson heiti ég og fylgdi ykkur í gegnum þennan leik. Arnar Óðinn Arnþórsson stóð sig með eindæmi vel á myndavélinni, þakka honum kærlega fyrir hans störf. En þangað til næst ætla ég að minna ykkur á það að við höfum öll bara eitt líf. Förum vel með það. Takk fyrir okkur. Þú pantar með appi á Dominos.is eða síma 58 12345. Dominos.